Já, Jón Pétur, verður velkominn til mín í spjallið. Já, takk fyrir að bjóða mér. Alltaf gaman að koma. Það er alltaf gaman að fá þig. Nú ert í framboði og þú ert í framboði til Alþingis Já. fyrir sjálfstæðisflokkin. Emitt. Ég nefndi það við áðan áður en við kveiktum á mikrofónunum að svona fyrirfram þá gefur fólk sér ekki að margir kennarar séu endilega hallir undir sjálfstæðisflokkin. Það er einhvern veginn eitthvað væp sem að maður hefur. Það séu meira svona vinstri sinnað krát, hefur svo má segja. Já. Fyrsta lagi, hvað kemur til að ákveður að fara í framboð og af hverju sjálfstæðisflokkin? Ég hef á nægt að plönunum að fara í frambúð. En ég hef verið töluvert hávær skólamál síðustu árin og finnst ég hafa haft tilefni til. Mér finnst margt verið hægt að gera mun betur heldur en hefur verið gert. Og mér hefur ekki þótt þeir sem hafa haft völdin, sérstaklega í borginni, mér hefur það fólk það hefur ekki hlustað og hefur ekki breytt eins og mér hefur fundist og hefur reynst þeim skólasamfélögum sem ég hef unnið í vel. Þannig að ég hef bara svona verið að velta þessu fyrir mér. Ég hætti nú sem skólamaður 2018 út af því bara það var ekkert hlustað og tók smá svona hringekju sem aðstofamaður og kom síðan aftur inn í skólan, átti erfitt með að rífa mig frá þessu. Síðan gerist það að það er bara þing er rofið og það er bara kosningar bara 1, 2 og 3 og það er ekki prófkjör í sjálfstæðisflokknum. Ég hef alla tíð verið hægri sinnaður. Ég trúi á þau gildi að þau séu best fyrir allt samfélagið sem sjálfstæðisflokkur stendur fyrir. En ég hef ekki talað það upphátt því að ég hef ekki viljað fórna hlutleysinu því að það er nú bara þannig að þú segist halda með Liverpool og þú ferð inn í hóp hjá Manchester United-mönnum og þú ert með góða hugmynd, þá er ólíklega að það sé tekið vel í hana því þú heldur með einhverjum. Þannig að ég ákvað að fórna hlutleysinu á þessum tíma að því að mér bauðst það að fara í 3. sæti Reykjavík Suður sem er svona baráttu sæti flokksins að komast inn á þing. Fyrstu 2 sætin eru frekar líkleg, þó að sé ekkert sjálfgefið í þessu. Þegar ég fekk símtal frá Áslaugu Örnu það hvort ég vildi koma og leggja þeim lið, þá var ekkert sæti beint í boði, þá hugsaði mér vandlega og talaði við fjölskylduna, því þetta er ekkert bara að stökkva í framboð, er ekki bara eins og að fara út í búð og kaupa sér tannkrem, því að það er mjög margt sem fylgir þessu og kona mín sagði nú bara við mig, er þetta einhver breyting frá því sem þú hefur verið að gera síðustu árin? Ég hef orðið fyrir aðkasti síðustu árin vegna skoðana minna í skólamálum frá mjög vinstri sinnuðu skólafólki af því að því finnst óþægilegt að þessi bent á ákveðna staðreyndir og að keisarinn sé nakinn. Og ég hugsaði bara það var vikt í þessum orðum hennar að þetta væri kannski engin breyting, ég væri í raun að koma þá bara fram sem pólitískur, hægri sinnaður skólamaður og mér finnst vera töluverð vöndun á því og það hefur líklegast bara verið, það er mitt mat að kannski ekki endilega, hægri sinnaðir, en það hefur alltaf verið vöndun á ákveðin annarri sýn á skólamálin, ekki bara í áratug heldur áratugi og við höfum haldið ákveðinni stefnu bara frá aldamótum sem hefur stöðugt grafið undan kerfinu og grafið undan árangri barna. Gæti það verið eitt þáttur í þessu sem að við ræðum mjög sjaldan að því að það er óneitanlega þannig að þorri kennara er svona hallandi meira til vinstri heldur en hitt. Já. Gæti það verið eitthvað í því svona að skólakerfið sé skipulagt að meira vinstri sinnuðu fólki eða eitthvað svoleiðis? Það hefur einhver áhrif. Ég held að það sé kannski ekki stærsta breytan því að massi kennarana, þó að þeir séu kannski vinstri sinnaðir, þá vilja þeir ná árangri líka. Auðvitað. Það eru þeir sem stjórna þessu og hafa haft hagsmuni, svolítið svona faglega hagsmuni og svona hagsmuni eigins egós. Það er svo erfitt að snúa leið. Þú ert búin að segja að einhver ákveðin leið sé rétta leiðin, búin að segja það í 10, 15, 20 ár, þá er rosalega erfitt að bara þurfa að kyngja því að mögulega voru ekkert á leiðinni þarna til Íslands. Við enduðum bara einhvers staðar á Norðurpólnum og erum bara að frjósa, sko. En
Hvað heldur þú að skýri það að kennarastéttin séu svona meira hallandi til vinstri heldur en hitt? Almennt. Partur af því, nú er þetta bara svona mín skýring, það að ekki bara kennarar heldur opinberir starfsmenn Já. sem að þurfa ekki að hafa áhyggjur af því hvort þið fái launaseðil tékkan næstu mánaðamót. Þeir eru með frekar tryggði réttindi, alls konar réttindi, veikindarétt og lífeyri og slíkt. Þannig fólk, þegar maður með þetta, þá gleymir maður svolítið þessu daglega amstri og áhættunni sem að svona almenningur sem ekki með, þú veist, eru verndaði nánast gegn uppsögnum, geta þurfa að brjóta virkilega mikið af sig til að enda einhvers staðar á götunni. Þegar maður í þessu umhverfi mjög lengi, þá held ég að maður gleymi því svolítið að ef þú tekur áhættuna og tapar þá bara átt ekki bara salt í grautin heima, sko. Og það rosalega auðvelt að verða svona vanur því að fá bara tékkan sinn og rúlla bara áfram og gera þessa hluti. Og svo talar vinstri pólitíkin svolítið upp í þetta. Þú sér bara hver í frambóði fyrir Samfylkinguna til dæmis. Þetta eru bara embættismenn úr kerfinu mjög margir sem að detta þar inn. Ég reyndar embættismaður í kerfinu fyrir Sjálfstæðisflokkinn. En ég hef alla tíð einhvern veginn hort á það þannig að þurfa að verðlauna svona frumkvæði og ábyrgð. Já, og þegar þú ert inn í þessari búblu og í þessu öryggisneti hérna opinberu starfsmanna, þar sem það eru tryggð þessi réttindi og þú veist alltaf að það ekkert sem ógnar því að launatjekkin skilir sér mánaðamótin. Það er bara ríkið alltaf með djúpa vasa til að tegja svona í. Að þá það ekki svona, þá kannski verða þessi gildi frelsi og ábyrgð og svona kannski svolítið svona of sjálfsögð. Þú veist, þetta eins og þegar við gleymum hvaðan þetta kemur þegar við erum búin að hafa þetta of lengi, sko. Ég bara algjörlega hárrétt hjá þér. Það bara þannig að við erum bara að gleyma því hérna á Íslandi hvernig þeir hafa atvinnuleysi. Atvinnuleysi í Evrópu bara tveggjastafatala og langt á hana, sko. Ekki myndum við vilja það væri allt brjála hérna, það væri þannig atvinnuleysi að ungt fólk kæmist ekki á atvinnumarkaðinn. Það var allir nánast vinnu hér sem vilja. Já. Og þetta gleymist, það bara þannig, við tökum einhverju bara sem sjálfsögðu sem ekkert í raun sjálfsagt. Menn hafa nú talað hitaveituna og kalda vatnið og rafmagnið og allt þetta. Auðvitað, þú veist, þetta sjálfsagt, en við finnum það kemur eitthvað upp á varðandi þetta. Til dæmis þegar hérna í Grindavík, þegar þið mistu heitavatnið á Reykjanesi, allt í henni bara, ekkert heitt vatn. Hvernig var að kynda húsin okkar. Þetta eru svona sjálfsagðir hlutir. Auðvitað við alveg að gera ráð fyrir þessum grunninnviðum að þeir séu sjálfsagðir. En það ekkert sjálfsagt að reka samfélagið hér þannig að vel sé. Og ég treysti engum betur en að gera það en þeir sem hafa reynslu af eigin rekstri og að pæla djúpt í þessum hlutum. Ég treysti miklu síður opinberu starfsmönnum til að gera það, en það sýnir það bara að opinbera framkvæmdir, það fara miklu ofta langt fram úr öllum kostnaðaráætlunum heldur en einkaframkvæmdir og taka miklu lengri tíma heldur en einkaframkvæmdir. Og þetta bara allir sem vilja, þeir vita það. Allir sem vilja vita það. En það stundum, ef maður grefur svo ofan í svona pólitíska skotgröf og vill halda einhverju fram, þá erfitt stundum að bakka. Ég myndi frekar treysta einhverjum með því að velja eitthvað til að sjá heimilisbókhaldið fyrir mig. Þá myndi ég frekar treysta einhverjum sem hefði séð sitt eigið fyrirtæki og félag. Já, það líka, til dæmis með þessa myglu sem orðin bara eitthvað svona þrálátt stef í skólum í Reykjavík. Akkurat. Og vera á undanfarin ár bara kemur enn eitt myglumálið upp og skólar eru bara ónýtir og það þarf að tróða fólki í einhver önnur bæjarfélög jafnvel í annan hlutar borgarinnar eða gáma eða hvað það Já. Skelfilegt vesen. Einhvern veginn við vitum alveg að og þá ég ekki endilega að mæla fyrir því að skólakerfið verði allt einkarekið, en við vitum að svona mál í einkareknum skólum yrðu afgreitt mun hraðar eða kæmu hreinlega aldrei upp af viðhalds og svona. Þannig að því að það þessi ríkisrekni taktur sem einhvern veginn allt, það bara brugðist við eftir á og það ekkert fyrirbyggjandi og það
það einhvern veginn ekki nógu mikið bara utanumhald til þess að koma í veg fyrir þetta og ég myndi halda það, ég myndi veðja það sko, að í einkareknum skólum þá væri mygla í fyrsta lagi ólíklegri til að koma upp og þegar hún kæmi upp að þá er ráðist í miklu svona með öruggari höndum að stoppa það og koma í veg fyrir það. Já, ég held bara almennt, ef þú átt hlutin sjálfur, þá hugsaðu betur hann. Þú veist að ef þú hugsar ekki hann, þá þarftu bara endur í hann hraðar og það meiri kostnaður. Ef þú þarft að leggja meiri vinna á þig vegna þess, þá ertu bara ólíklegur til að gera það. Þú ert líklegur til að þú þurfir að leggja minni vinna á það. Það kosti minni pening og taki minni tíma. Ef þetta er svona annarra manna fé, það er bara, held ég, mannlegt að jú, maður hugsar alveg vel það, en maður hugsar ekki jafn vel það og ég manns eigins. Og maður svona býður með að raun og vera að gera eitthvað í því þangað til að það er orðið alveg bara, þú veist, það er ekki hægt að gera ekki neitt í. Já, og þú kannski frestar einhverju og forgangsraður öðruvísi að því það er einhverju öskraður einhverju annar átt sem að vill eitthvað og þú veist að þessi þarna þögli en vissulega er meiri þörf þar en þú bara farði verra, sko, álit að þú ferð ekki á sinnir einhverju verkefni sem einhver annar hefur hærra með. Þannig að forgangsröðun verður kannski ekki alltaf alveg rétt líka innan opinbera geirans. Þannig að þetta er svona almenna pælingin í Sjálfstæðisflokknum að það sé í flestum kerfum betra að vera með enga og allavega í bland og það er talað núna að verið að reyna að mála okkur upp sem að við viljum bara engavæða allt grunnskólakerfið og moka peningum út úr því. Það er ekki þannig en í raun samt í svona grunninn ef við gætum rekið með enga skóla með betri árangri, ódýrara, betri líðan og allt það, hvað væri þá að því, spyr ég. Þú veist, væri það eitthvað verra ef þetta kostaði samfélagi minna og við náðum meiri árangri? Ég ætla ekki að fullera að það yrði slíkt í hreinu engareknu skólakerfi og það geti myndast svona hliðarafleiðingar og stéttaskiptingar sem við viljum ekki, en mér finnst bara fólk verið að hugsa þessa hugmynd alveg til enda líka. Já, ég held að án þess að ég sé einhver einarður talsmaður þess að skólakerfið verði allt engavætt en mér sýnist bara, þú veist, ef við til dæmis við erum að tala í öðrum málaflokkum eins og í heilbrigðiskerfinu að það eru fólk sko rættið sko engareknar heilsugæslur. Það eru þó samt engareknar heilsugæslur sem gengur bara ofsalega vel. Já, betur en hinnum. Og við hliðin á því eru þetta sko dæmi með tannlæknana, skilur, sem bara það myndi engum dett í hug núna að vera með þessa ríkisreknu tannlækna sko. Þeir eru allir að reka sínar stofur sjálfur á sínum frjálsa enga markaði og ég held að hljóta að vera á þess að ég tek það fram, ég hef ekki mikið vita á þessu en ég held að hljóta að vera sömu lögmál sem gildi skólakerfi líka, þú veist, af því að það er ekki þannig að tannlækna þjónusta er ekki bara fyrir þá ríku eða eitthvað svona, þú veist, við erum með tryggingakerfi sem að coverar þetta einhverju marki og já, ég hef opaslega mikla trú á svona þessum hægri sjónarmiðum, ég hef játað það bara og þannig að maður veltiði fyrir sér, þú veist, gæti ekki verið góð niðurstaða sem kemur úr því að engareka meira í menntakerfinu heldur en nú er. Við erum alltaf með skóla eins og Ísaskóla, Landakotsskóla, Fjallastefnuna alla. Nú og fullt af engareknu leikskólum. Og þetta eru góð dæmi sem að ganga upp. Og þetta er bara fjölbreytileiki í fánuna að þarna fá sko foreldrar annan valkost og þarna fá líka kennarar og skólafólk. Annan valkost að velja sér aðra vinnuveitendur heldur en bara beint sveitafélögin. Og sko, þú nefnir tannlæknana, ég held að það væri skrítið ef þeir yrðu bara ríkisvæddir aftur. Það verður þá aðeins samkeppni á milli þeirra og þeir tannlæknar sem eru bara hörmulegir, þeir fá enga kunna, þannig, og þá bara detta þeir, eða heltast þeir úr lestinni. Þannig að þessi lögmál, þetta er samt alveg viðkvæmt í þessum geirum eins og heilbrigðiskerfi og menntakerfi og samgöngur og svona, sem eru svona grunn innviðir, en það mætti alveg, það væri ekkit verra að hafa aðeins fjölbreyttari módel, þannig að við gætum séð allavega hvernig staðan yrði ef við myndum breyta því aðeins, því að ekki er staðan góð í grunnskólanum núna og þetta er og þegar menn hafi einhvern veginn, þú getur bara veðjað á svartan endalaust og tapað, en þú ferð aldrei frá spilaborðinu, þú getur alltaf veðjað aftur og aftur. Já, var alltaf náða mikið að spila peningum. Já, þá einhvern veginn, þá er hvatinn til að ná árangri, hann verður miklu minni.
og á hverjum bitnar það? Það bitnar ekki á starfsmönnunum, það bitnar á börnunum. Já. Starfsmennir fá alltaf sinn laun að tekka. Það gerir það, já. Og ég held líka partur af því að svona sjálfsmynd okkar kennara svolítið rispuð og brotin, það að við finnum það eitthvað sem ekki alveg í lagi. Við heyrum það gengur ekki allt eins og það á að ganga, og ef þú ert í stétt sem að skila kannski ekki því sem við ættum að skila, og við vitum ekki alveg út af hverju, við erum að leggja okkur fram daginn út og daginn inn, svo útspýtt hundskinn eftir daginn, þreytt og þjökuð á köflum, og svo einhvern veginn niðurstaðan ekki góð, og við vitum ekki alveg út af hverju, það óþægileg staða, og það svona grefur, hólar fólka innan smátt og smátt. Já, grefur undan bara starfsandanum og... Já, ég held að það sé bara mjög og bara pottið hluti af skýringunni, hvers vegna kennurum stundum, já, þeir fara í burnout og bara oft í svona andlegri vanlíðan. En ok, gott og vel, sko, þú ert auðvitað að koma inn í pólitíkina vegna þinnar þekkingar og áhuga og bara hvernig þú brennur fyrir menntamálum. Já. Og eins og þú segir, þetta augljóslega, staðan ekki góð. Hvað eru helstu atriðin sem þarf að gera að þínum mati til þess að snúa þeirri þróun við sem hefur átt sér stað í grunnskólum og framhaldsskólum líka að einhverju leyti landsins á undanförnum 20 árum. Hvað það sem svona mest aðkallandi? Já, ég held sko, núna eru flokkar að tala mikið geðheilbrigði í framhaldsskólum og allt þetta. Þetta hangir allt saman. Við þurfum að byrja á yngstu stigunum sem leikskólinn. Þar þurfum við að byrja og þurfum bara að horfast í augu við það að við getum ekki mokað bara fólki þar inn sem talar ekki íslensku. Því að á fyrstu árum ævi sinnar eru börnin að drekka í sig íslenskuna, orðaforðan og hugtökin. Fyrstu 1000 dagar í ævi barns þeir mikilvægustu. Það læri fullt af nýjum orðum og þau eru svo svampar og þetta vex í veldisvexti orðaforðin. Og á þessum árum verðum við að hafa fólkin á leikskólanum sem talar íslensku. Þannig að börnin læri íslensku. Hvað þá börn sem erlendu bergi brotin? Við erum að náttúrulega taka fullt af fólki sem að koma að vinna hérna bara í gegnum EES-samningin. Og það bara gott, við þurfum á því að halda, en þetta fólk ætlar að dvelja hér oft langtímum saman. Þannig að börnin þeirra þurfa að aðlagast íslensku samfélagi og til að þau gerir það, þá skiptir íslenskan öllu máli, öllu með stóru öi. Og þá byrjum við leikskólanum með því að hafa fólk inn á leikskólanum sem talar íslensku. Síðan þau kom í grunnskólan, þá fylgjumst við mjög jafnt og þétt með því hverjum einasta nemanda að hann nái tökum á lestri og notum til þess bestu aðferðir. Við erum ekki að nota alltaf bestu aðferðir núna til lestrarkennslu. Það bara komið skýrt fram í doktorsritgerð hérna sem verið að vinna undir stjórn Sigríðar Ólafsdóttur. Og þegar við náum því að tala íslensku á leikskólanum, að börnin nái tökum á lestri 6 og 7 ára bekk, öll sem líffræðilega geta það, ekki með það mikla lesblindu, þá erum við búin að vinna ofboðslega stóran sigur, pluss það að taka skjáina og símana af börnum. Það myndi sko minnka kvíða og depurð og öll þessi geðheilbrigðismál á framhaldsskólastiginu. Ég nenni varla að hlusta á það. Hvað hefur að mennta marga sálfræðinga? 20.000 til að hjálpa til. Við erum bara að byrgja brunnin áður barnið dettur ofan í hann. Hvenær, upp á hvaða aldri ættu að hafa þetta bann með skjá og símum í skólunum? Ég myndi segja bara alla grunnskólagönguna. Sko skjáir mögulega, jú. Þú veist, þá ég að tala skjáir sem bara þess eðlis að þeir eru notaðir í kennslunni. Já. En símarnir bara ekki koma nálagt skólastárunni inn í skólan vegna þess að þeir bara eyðileggja fyrir bara á margar hátt. Menna félagsfærni hefur hrapað, þetta eykur depurð, kvíða og einmanaleika. Þá kemur fólk og segja að þeir eru bara 20% vökutímas í skólanum og þeir eru búin að reikna út 37 vikur af öllu árinu, en þetta bara risastór tími sem mikil félagsmótun á sér stað í skólanum. Ég ætla bara að segja það núna að það fólk sem tala svona, það að vanrækja börn, það að vinna gegn börnum. Ef það hættir ekki að tala svona, þá verður það bara útrópa fyrir það að vilja börnum ekki eitthvað vel. Fólk sem tala með þeim hætti að það sé allt í lagi að vera með símana í skólanum. Já. Það bara þannig, þetta bara hrein vanræksla og við munum komast að því eftir einhvern árafjölda, ekki mörg ár, að hafa hleypt börnum inn í samfélagsmiðlun og símana,
bara hvað vorum við að hugsa? Men Ástralir eru núna að vilja banna samfélagsmiðla fyrir börn held ég yngri 16 ára. Það komin lög sem þeir vilja samþykja þar og hverjir eru á móti því? Jú, það ákveðin einstaklingar í Íslandi og tæknirisarnir sem eru ríkustu félög í heimi. Því þau vilja ánýta börnin sem allra fyrst áður þau hafa þroskaðan framheila til að geta greint rétt frá röngu almennilega og geta greint kjarna frá hisminu. Og þetta er mér mikið hjartans mál vegna þess að ég hef hort upp á þetta hvernig félagsfærni nemenda minnkar að því skjárinn er hannaður. Þetta bara, ég lýsi stundu þannig að þeir sem á að sé Harry Potter myndirnar og vitsögurnar, hvernig þeir fara í andlitið á fólki og sjúga úr því lífskraftin. Það er verið að sjúga úr þér félagsfærnina og dæla inn í staðinn fyrir einmannleika depurð og kvíða. En þeir eru til, er það ekki, einstaklingar í íslensku menntakjöri sem eru þeirra skoðunar að þau þurfu ekki að taka símana af börnum? Jú, og þá, þeir eru reyndar farnir að tala það núna, þetta er smátt og smátt finnaði hvað þeir engi staðið að út okkur að halda foreldrar bara ekki símanum heima. Út okkur, og kasta sig yfir á foreldrar sem er svona algeng viðbrögð og þá segi ég skólinn í jöfnunartæki. Foreldrar eru alls konar, en við sem fagmenn í skólanum, við eigum bara eins og læknar og hjúkrunarfræðingar á spítölum. Við eigum að stjórna ferðinni og við eigum að segja hvað er best og hvernig það á að vera. Já, ef við eigum bara að láta foreldrarna stjórna hvernig aðgerðir á að gera á fólki eða aðstandur, ég teka það ekki mál. Þetta er algjörlega augljóst að þetta eru bara mannskemmandi tæki að mörgu leyti eða öppin í símanum. Auðvitað eru símandi góðir að mörgu leyti, en þú þarft að kunna nota það. Og þeir eiga ekkert erindi inn í grunnskóla. Ég hef oft spurt krakka sem nei, við viljum hafa síman. Já, út okkur þarftu síman. Og það er mjög fátt svör og þau eru að fá þetta 20 til 60 tilkynningar í hverju einustu kennslustund. Það sem hefur verið að víbra síminn kannski kannski hálfra mínútu fresti. Þannig að atviklinn er bara flogin út. Löngu flogin. Og þetta er partur af því að þeim líður ekki vel og þetta er partur af því að þeir ná ekki tökum á lestri. Þetta er partur af því að þegar þau útskrifast úr eða þau síminn hringir heim með þá þurfa það ekki svari síman. Þau eru svo óþjálfuð að svari síma. Þeir senda allt í einhvern skilabóðum eða voice message. Þetta er reyndar alveg upp í 20 ára aldur í dag sko, já, upp í 30. Já, upp í 30. Við erum að hringja út, ég er búin að hringja út núna, ég gerði tilraun á þessu, við erum búin að hringja út líklega 1300 símtölu núna í kosningabartunni og þegar maður hringir í fólk sem er 70, það svarar alltaf og svo bara svarar og svo þegar þetta fer að nálgast 30-aldurinn, þá fer svörunum að fækka og svo eftir 30-aldurinn yngra þá eru svona færri svör sko. En auðvitað er einhverju sem svara, það er alveg þannig, en þessi fækkar og fækkar. Ég tek alveg eftir þessu, þetta er alveg talað, ef það reyna að eiga einhverjum viðræðum við ungt fólk sem er yngri en 30 ára, að það vill helst bara vera í að skrifa og þá með mjög sérstungu lingói líka. Já. Það er alveg bara eitthvað tungumál sem það skilur ekki. Já. Þannig að þetta er alveg, það er einhver skýr lína á milli kynslóða. Já, og það er alveg, maður finnur alveg sjálfur að ef þú fyrir að tala við eitthvað beint, það getur alveg kosta það að þú lendir kannski í smá árekstri eða eitthvað slíkt því að þú ert ósammála, þá er þægilega bara að skrifa eitthvað, hugsa svarið alveg til enda og senda það. Þannig virkar lífið ekki í svona, þegar þú ert að hittir fólk hingað að þanga. Þú hefur ekki þann tíma að hugsa alltaf alla hluti til enda og senda það síðan með einhverjum hættu, sem er líka síðan dæmt til að miskiljast. Þegar þú skrifar oft hvassar eitthvað, heldur að þú myndir segja það. Og þá skapar það oft miklu meiri skautun, sem er svona bara leiðin til þetta helvítis nánast. Því að skautun er ekki góð fyrir neina umræðu. Það er svona, tilfinningin getur miskilist í gegnum textan þegar það gerist það mjög oft. Mjög oft, og það er líka það bara að þegar þú hefur mjög langan tíma þá getur þú skrifað stundum þeir sem eru góðir að meitlaðan texta sem svona ítur og alls konar takka óbeint og beint sem bara yfir umræðun og skautarna. Akkurat. En þú sagðir að við erum ekki alltaf að nota árangursríkustu eða bestu aðferðnar til þess að kenna börnunum lestur. Já. Og það kemur fram í einhverju doktorsritgerð sem en segðu okkur aðeins hvaða aðferð er best og hvað eru við stundum að nota sem er ekki best? Það er hljóðaðferðin eða þessi PALS aðferð sem er bandarískt heiti
og það bara aðferð sem var notuð hérna líklegast fyrir þig og Ingimar og mig og alla, það sem hérna þú lærir bara stafinn og hljóðið og svo þetta virkar mjög svona logískt og það líka, og svo tengjur saman staf og hljóð og svo tengjur saman fleiri stafi og fleiri hljóð og orðin koma. Þetta bara eins og ég man í kennslustofunni hjá mér í Ísaksskóla að þá vorum við með upp á vegg, þá var S-ið var svona snákur, akkurat, og svo framvegis. Já, þetta bara svolítið eins og sko að læra að lesa, bara hamarinn hefur lítið breyst sko frá því steinöld, af því að hvers vegna hefur hamarinn lítið breyst, af því hann bara gott verkfæri, við búið að finna upp, auðvitað hefur hann aðeins framþvingri eða eitthvað slíkt. Sama bara með lestarkennsluaðferðina, lestur okkur ekki tamur. Að læra að tala gerir sjálfkrafa hjá börnum, en að læra að lesa gerist það alls ekki. Það flókið ferli sem fer fram í heilanum og við þurfum að byggja það upp rétt. Og þessi aðferð, þessi PALS-aðferð eða hljóðaðferðin, hún margsönnuð að þessi rétta aðferðin sem lætur börnin læra hraðast að lesa. En hver hin aðferðin sem ekki eins góð og notuð í íslenskum skólum? Hin aðferðin, höfundurinn henni nefndi það að henni fannst þessi hljóðaðferð svo leiðinleg og óskemmtileg fyrir krakkana að hún vildi búa til aðra aðferð sem væri svona eins langt frá henni að hún gæti, og það heitir byrjendalæsi. Og það síðan það eru sumir krakkar sem gætu látið þennan bolla kenna sér að lesa. Þeir eru ekkert margir, en þeir gætu það. Þeir eru bara þannig gerðir að þeir bara ná lestri 1, 2 og 3. En langflestir krakkar þurfa markviss og rétta uppbyggingu á lestrarkennslunni og þjálfun og eftirfylgd. Þessir þættir verða allir að fara saman til að góð og árangursríkasta lestrarkennslan náist. Hvernig virkar þetta byrjendalæsi? Það bara eitthvað svona... Það ekki farið svona djúpt til að byrja með í stafina hvað þið segja og og hvernig þið tengjast. Það meira farið í að hlusta á texta og annars slíkt í byrjun. Þannig að uppbyggingin allt önnur. Núna reyndar byrjendalæsi skólar farnir að svindla á þessu og farnir að nota hljóðaðferðina fullt með að þið finna að þetta verður ekkert gengið almennilega. En þetta sko, þetta til dæmis eitt sem hefur verið tabú í skólamálum. Ég fæ örugglega ákveðin eitthvað yfir mig út að því ég segi þetta upp á. Það mjög fáir sem þora því. Það kom Menntamálastofnun bent á þetta fyrir nokkrum árum síðan að það væri þeir skólar sem notuðu þessu aðferð kemur verri út úr samræmdu námsmati. Það var allt vitlaust í kennararsamfélaginu. Já, það var bara, en það vegna þess að ef þú búin að vera að nota þessu aðferð í skólanum þínum, svo segir einhver að þetta sé ekki góð aðferð. Og svo kemur foreldrar og spyr, ert þú að nota þessa vonda aðferð? Þá þú komin í einhverja stöðu sem bara óþægileg, þú ert að fara að svara fyrir eitthvað og þá finnur þú bara sendibúðan. Hver var það sem kom upp þetta og hann skotinn. Þú veist, þetta svona partur til dæmis að því. Út af hverju bara ekki þessi aðferð notuð sem virkar best? Út af hverju erum við að flækja það? Við erum með börn sem þurfa að læra að lesa, ætlum við að láta á eigið ego stjórna því hvort að við séum með bestu aðferðinu eða ekki. Þú veist, og hversna kennaraháskólinn eða menntavísindasvið ekki að kenna almennilega þessa lestrarkennslu aðferðir þannig að allir kennarar sem koma út úr kennó að þeir hafi þetta sko algjörlega hraðbergi að geta kennt þannig að upphaf, miðbygg og eftirfylgd á lestrarkennslu. Það þarf bara, við þurfum að nýta tímann þannig og peningana að það sé almennilega gert. Það kemur í veg fyrir ótal önnur vandamál í framtíðinni, svo sem bara brottfall úr framhaldsskóla. Það ótrúlegt að heyra þetta því að ég ætla bara að tala persónulega það sem snýra minni fjölskyldu. Að minni elsti drengur sem 8 ára sem í Álftamýraskóla. Hann lærir þetta byrjendalæsi og það bara búið að ganga illa. Fyrsti og annar bekkur bara, ég var bara hissa því að ég man að ég var honum fluglæs bara jólin í fyrsta bekk í Ísaksskóla og las þá bróður minn Ljónshjarta 6 að vera 7 ára gamall. Geggjuð bók. Og ég var mjög hissa hvað þetta var að gangi illa. Svo núna gerist það í byrjun 3. bekkjar. Og hann sem sagt settur í PALS, sérkennslu PALS. Og núna er hann allt í orðin miklu læsari. Það bara gerist núna í haust. Hvers vegna ætla þessi? Já, það sem þú ert að segja við mig núna passar algjörlega við
mína reynslu þetta heitir byrjandalæsi sem var settur í fyrstu 2 árin, það gekk bara mjög illa og núna allt í hún allt að fara að fljúga af stað af því að hann komin inn í þetta palstæmi. Þetta hljómar eins og við höfum undirbúið þetta samtal, en þetta ekkert undirbúið. Nei. Ég bara get talað þetta svona, því að það bara vísindin eru þarna. Ég þarf ekkert að vera bara býtu hvað var ég að segja þarna. Ég bara bakka aftur í það sem hefur gefist vel, alltaf. Og það sama á við, svo ég komin úr Sjálfstæðisflokknum að, grunnstef okkar, við kvikum ekkert fyrir því eins og margir flokkar. Núna eru flokkar í kosningabaráttunni sem voru stofnaðir kringum Evrópusambandið. Þeir bara eru búin að strika yfir það í kosningunum núna. Þess svona vinnubrögð eins og er í skólanum þarna og með þessa flokka, Samfylkinguna og Viðreisn. Þetta er bara ekki boðlegt fyrir fólk. Ég vona að fólk sjá í gegnum þetta. Þetta er ekki boðlegt. Ég hef verið að segja þetta, Þorgerður Katrín og Kristín Frostadóttir, þær eiga það sameiginlegt að þær eru báðar mjög glæsilegar, frambærilegar konur sem eru algjörlega óvitlausar og Kristrún er góður hagfræðingur, Þorgerður með mikla reynslu úr pólitíkinni bara, en það sem þær að bera á borð fyrir okkur í stefnulega séð, meikar engan sens og í raun og veru lítil sem engin stefna. Þetta eins og Sigmundur segir alltaf mikið bara umbúðunar. Mér finnst leiðilegt að vera endilega apa upp eftir Sigmundi en þetta er einhvern veginn svona bara glysfrontur og fjá þessum ágættu konum. Ég tók það fyrst fram að þetta eru mjög öflugar konur en þegar það kemur að stefnumálum, eins og þú segir, þetta eru flokkar sem byggja á því að aðild að Evrópusambandinu sé þeirra svona það bakbeinið í þeirra megin markmið. Og þegar öllum ljóst að aðild að Evrópusambandinu bara afleit hugmynd á þessum tímapunkti. Og versnar. Men ég hef á tímapunkti í mínu lífi verið Evrópusambands sinni fyrir Ísland en það bara þannig, staðan bara það niður frá bara þetta er ekkert útlit fyrir það að það verði bjartara fyrir okkur til að vera í Evrópusambandinu. Þannig að þessi flokkar eru ekki með raun og veru neitt, þegar að hugmyndir eins og EHF-gatið að loka því hjá Samfylkingunni eru skoðaðar vandlega af þekkingu þeirra sem þekkja skattkerfið. Þess að þegar Bjarni Benediktsson að tala bara hvernig Friðrik Sófusson hugsaði þennan fjármagnstekjuskatt á sínum tíma og bara að það er himin og haf á milli í þekkingu á þessu hvernig þetta virkar best. Þegar þú ert með Bjarni Benediktsson annars vegar og Kristrún Frosta hins vegar. Algjörlega. Og ég bara tala hann hreint út. Þetta er ekki Sjálfstæðisflokks podcast eða Miðflokks podcast en ég bara tala hvað mér sýnist vera best fyrir þjóðina. Ég held að Sigmundur Davíð og Bjarni Benediktsson væru lang besti kosturinn til að leiða ríkisstjórn. En við erum með það, eins og ég segi, það er komið eitthvað svona væp sem það er ekki bara best að kjósa Viðreisn. Því að hún er svo flott, hún Þorgerður og þetta er svona fólk sem væri gaman að vera með í matabóði. Akkur, ég teki undir að ég var nú viðlóndi þingi í 1 ár og ég þekki nú Kristrúnu ekki en Þorgerði kannast við og bara algjörlega frábær kona og bara sá þingmaður sem að mér fannst bara yndislega nærvera að vera í kringum hana. Hún er alveg frábær. Já, hún er algjörlega frábær. En núna finnst mér þetta svona, ég ætla ekki að segja óheiðalegt, það er pólitískt klókt hjá þeim að halda Evrópusambandinu þeirra megin máli bara frá kjósendum. Einhvern tímann held ég bara að þurrka þetta út vegna þess að ég held að þetta koma aldrei til að vera vænlegu valkosti fyrir Ísland. Við höfum kostina gegnum EES-samninginn, við erum miklu líkari Bandaríkjunum mörgu leyti, við þurfum að halda í ef við erum ekki okkar gjaldmiðil þá getum við ekki tekið hagsveiflurnar okkar niður, þá verður bara buttandi atvinnuleysi hérna. Við þurfum bara að vita það að ef við verðum með evruna, það fylgir því ekki bara lægri vextir en þá fylgir því bara lægri laun líka. Þannig að þetta er ekki þetta gullna land sem að þessir flokkar að boða Fyrir utan það, þetta er bara raun og veru að leiðast í sundur. Bretland ætla að farið út þessi stóru miklu iðnríki sem að hafa borið þetta uppi, þau eru hvorki fugl né fiskur, samdrátturinn í Þýskalandi og Frakklandi er gríðalegur. Það er þessi stóru alþjóðlegu fyrirtæki sem að héldu þessu uppi eru
eru bara að skreppa saman og eru nú ekki samkeppnishæf. Bara iðnaðurinn í Þýskalandi, hann bara hverfandi, Akkurat. þú veist, og menn eru bara, og það búið að, sko, menn eru bara rangri leið í Evrópusambandinu og það bara, þeir eru að grafa undan eigin þjóðum þar. Þannig við ættum ekki að fara þá leið. En það þarna... Þess vegna svo ótrúlegt að það séu tveir stærstu flokkarnir sem könnun núna eru flokkar sem byggja á bara Evrópusambandsaðild markmiði. Þeir eru alltaf falið það svolítið vel og Kristrún alveg trúverðug í því sem hún að segja allavega svona yfirborðinu og það ekki allir hagfræðingar sem geta kafað ofan í það sem hún segir en með þetta sko það sem ég finnst bara einhvern veginn svo vont við vinstri stefnuna það sem ég ég man ekki hvort ég talaði það í upphafi eða áður en við fórum í gang við verðum að verðlauna það fólk sem hefur frumkvæði og tekur það ábyrgð og áhættu að stofna eigin rekstur. Að það fólk leið og því fyrir að ganga vel það kannski klippari, rakari sem fyrir að raka með eitt stól og svo bætir hann við fleirum og hann eykur umsvifin og hann græðir eitthvað, þá vil ég ekki fara að taka peningin af honum og segja, já, heyrðu, þetta peningur sem samfélag á að taka og ég betri í að stýra því hvert þessi peningur fer. Ég vil þessi einstaklingur bara opni aðra rakarastofu ykkur staðar, af því hann góður í að reka það og ráða fleira fólk í vinnu og stækka kökuna þannig. Þetta er hugsun sem að einhvern veginn ekki nægilega útbreitt eða veit ekki hvort það sé erfitt að selja hana, þetta á að vera nokkuð svona clear cut dæmi, en það eru margir sem að hugsa bara einhvern veginn, þú veist, nei, bara við höfum að vera með skattkerfi hér sem að jafnar stöðuna þannig að það sé engin ofríkur og allir verði jafn fátækir. En við getum bara tekið dæmi bara, segjum bara að við séum með eitt skóla þar sem eru opinberir starfsmenn, kennarar, þeir græða nefnilega á þessu líka. Þú ert með einhverja köku, þú ert með einhvern sem græðir á einhverju félagi eða fyrirtæki. Hann getur með gróða sínum borga góð laun og haldið áfram að fjárfesta og ráðið fleiri starfsmenn. Fyrir vikið kemur súrefni inn í hagkerfið og ríkið græðir meira á að taka lága skatta af fleirum af því það eru fleiri sem hafa það gott. Þannig getur ríkið grætt meira og borga hærri laun fyrir opinbera starfsmenn. Á meðan vinstra fólkið, það virkar svona kirkislanga á fyrirtækin. Leiðu þau fyrir að ganga vel, þá byrjað að höggva af því. Og getur ímyndur allt sjávarútvegsfyrirtækin sem hafa verið reyndar að veiða sameiginlegan kvóta og það er spurningum hversu mikið á að rukka þau fyrir það. En það eru ótal hliðarfyrirtæki sem hafa sprottið upp sem eru að moka inn gjaldeyristekjum og peningum fyrir okkur Íslendingu og án gjaldeyris þá getum við ekki keypt neina erlenda vöru. Þannig að við verðum að geta hugsa lengra heldur en bara einhvern veginn út fyrir það að við séum opinberir starfsmenn. Þessi fyrirtæki, ef þeim gengur vel, það er allra hagur. Það er ekki bara ríki forstjórinn sem ekur á einhverjum flottum Benz. Það er allra hagur. Auðvitað eru einhverjir, og ef einhverjir haga sér þannig svo fáviti, fyrirtækjaengandi, þá bara, þú veist, fólk með fótunum og kaupir ekkert í þeirri búðu af því fyrirtæki. Og samkeppni verður til staðar, þannig að sé hægt að fara þá annað. En hvernig er það í skólakjörinu? Framhaldsskólakjörinu til dæmis þegar við erum búin að kenna börnunum að lesa og reikna og skrifa að er nægilega mikið kennt bara hvernig mannkynssagan hefur uppgötvað það að sósíalismi virkar ekki en opin markaðskerfi virkar betur. Ég reyndar ekki mikið inn í framhaldsskólakennslunni af því að ég hef ekki kennt á því skólastigi en grunnar að það sé ekki lögðu mikil áherslu á það? Nei, var ekki, hver var það? Var ekki Sigmundur Davíð sem var líkt við einhverja svona kommunistarleiðtoga í Versló minni mig. Þannig að þú veist, það er kannski nálgun. Það var ekki bara Hitler og Stalin? Jú, Hitler og Stalin, já, einmitt. Ég ætlum ekki alveg fullur að það var einhver ómenni í sögunni. En það vantar. Þetta samfélag, íslenska samfélag, er samfélag ofgnóttar. Við búum við ofboðslega góð kjör á Íslandi. Húshitun er ódýr, rafmagn er ódýrt, matvara er dýr en við höfum mjög há laun, atvinnuleysi er hverfandi, hagvöxtur meiri hér en víðast hvar annar staðar og atvinnuleysi nánast ekkert. Þannig að
við búum við rosalega góð kjör og við verðum hálfpartinn samdauna þessum kjörum. Hvað gerðum við í COVID? Við mokuðum milljörðum á milljörðum ofan út úr ríkissjóði til að fleyta fyrirtækjum sem voru í kröggum yfir þann hjalla að þeir voru sett lög sem bara tóku hagkerfið algjörlega niður í frost, sko. Sem voru sennilega mistök eftir á að hyggja. Bara 100% mistök og við hefðum átt að fara sænskuleiðina. Það er svo augljóst að þú ert með smitsjúkdóm að þú nærð ekkert að hemjan öðruvísi heldur en að fólk smitist allt. Þannig bara lögmál svona smitandi smitsjúkdóma ef þú lokar einhverju og herðir það og leið og opnar þá fer hann bara hraðar af stað. Þetta er ekki flókin vísindi en samt vitist fólki sem var í forsvari sem hefur núna komið í stjórnmálaflokka ekki hafa alveg vitað. Það var svo skrítið með það Þórólfur, hann sagði þetta öðrum þræði sko, það verður að samfélagið allt verður að smitast. Já, það byrjaði á því. Já, en síðan sko, var einhvern veginn þessi alþjóðlega heilbrigðismálastofnun mantra sko, einhvern veginn allar lokanir og svona, og það var allt kópera bara einhvern veginn frá öðrum ríkjum, það var bara hort til allra þeirra nema Svíþjóðar sko. Það var talað fleti út kurvuna sem að til að heilbrigðiskerfið myndi ráða við það sem myndi gerast. Það var alveg sko lógík í því til að byrja með og vernda gamla fólkið. Við áttum náttúrulega bara að vernda þá sem voru veikasti fyrir og leyfa hinu þá meira að ganga eins og Hvað finnst þér einmitt það? Á þessum tímapunkti þá fannst einhvern veginn öllum það brilljant hugmynd að við eftirlitum bara þau þríegginu, aðalega sóttvarnalækni og landlæknir var að bakka hann upp og svo voru við með almannavarnir að þau bara stýrðu þessu og á þeim tíma þá fannst öllum það vera skynsamleg hugmynd en það voru samt gagnrýnisraddir og til eru þeir sem að gagnrýndu þetta alveg frá upphafi og fenguðu bágt fyrir ef það hefði verið svona einhverjir stjórnmálamenn með eitthvað kjark í raun og veru, þá hefði þetta kannski ekki kostað okkur svona miklar búsifjar. Nei, sko, til að byrja með held ég að þetta hafi nú verið alveg fullkomlega eðlilegt. Við vissum ekki hvað með höggi við. Þetta var bara óþekkt vera og svo voru bara myndir frá Kína sem að fólk var bara dáið á göttunni. Þannig að þú veist, þá nú gott að hafa sérfræðingarna við völd. Til að halla sér upp að. Já, og það nú bara held ég gáfulegt, sko. Að við svona leitum til þeirra sem að mest hafa vit á málinu í það sinnið, sko. En síðan, sko, ég vil ekki segja fljótlega, en eftir einhverja mánuði þegar fyrsta afbrigðið var það ekki delta afbrigðið sem var fyrst hjá okkur að þegar það var farið og hvað þá þegar Omikron afbrigðið var komið sem var algjörlega ljóst, við gáttum séð það gögnum frá Suður Afríku sem var nokkrum mánuðum undan okkur í smitt ferlinu að sko það var búið að vera í held ég sko marga mánuði algjörlega ríkjandi og búin að útrýma öllum öðrum afbrigðum og þá var samt ennþá verið að tala um að passa sig á okkur smiti. Þú veist, þá sko bara svona venjulegur maður, hugsa, þú ert með afbrigði sem er ekki hættulegt og besta sko bólusetningin er að smittast, þá áttu við bara, þú veist að segja, í raun fannst mér á þeim tíma, heyrðu, látum bara sem flesta geta smittast af Omikron, það gerir ekki neitt annað heldur en það er bara besta bólusetningin. Einmitt. Og þarna er sko svona global trend að stóru fjölmiðlarnir og meginstraumurinn sko er bara í því að sko ráðast gegn röddum sem að vísindamenn sem að voru að gagnrýna aðferðafræðina eitthvað, þeir voru bara það var bara kippt undan þeim lífsviðurværinu. Þannig að og það var bara svona trendi var einhvern veginn þannig að allir voru útrópaðir brjálæðingar eða vitleysingar sem að leiðu sér eitthvað að gagnrýna þessa aðferðafræði. Já, ég man eftir því að Áslaug Arna, hún var nú að reyna að losa þetta í lokin að þeir settu svo aðeins á móti þessu, Sigurður Andersen minnir mig líka og Áslaug Arna að þetta vættu nú fá að ganga óáreitt göturnar sko, þá fengu þær bara í hausinn að þær voru einhverju COVID-ar og eitthvað svona það verra sko. Þetta er svakalega stúdía, svona samfélagsfræðileg stúdía hvað gerðist þarna í þessum og líka, þú veist, þegar þú fórst út í búð
varst með grímuna hérna undir nefinu, Já. þá var fólk bara réðst á því, sko, og bara, hvað gerðist eiginlega í haustum á okkur? En við höfum alveg gott samanburðardæmi sem Svíþjóð, sem að ég hef nú beint sambandi bróður minn þar og þar var þetta aldrei svona, sko. Það var bara, samfélagið bara, hann fann mjög lítið fyrir því að það voru voðalega litlar takmarkanir þar. En það sem þú ert að benda á, held ég, sem óhugnanlegt, að það hvernig þetta að stýra svona hjörð, það þetta að stýra ótrúlega stórum hópi af fólki, án þess að það einhvern veginn gagnrýni og bara, ég veit ekki hvort þú þekkir Milgrams tilraunina, þegar fólk var skipað að gefa öðrum raflost. Já, einmitt. Þú veist, það bara, þarna hlýddi fólk í blindinu, þrátt fyrir, það bara gaf alltaf meiri og meiri raflost, þrátt fyrir að hann var í bannvætt skammturinn, sko, af því það hlýddi bara svona einhverju yfirvaldi. Þetta nákvæmlega sama munstri sem í gangi þarna í raun og veru. Já, það í raun, bara á stærri skala. Já, og maður velti líka sér verið hvort að skoðanakannanir í aðdraganda kosninga séu að einhverju leyti svona tæki sem að dáleiðir og leiðir fjöldan massan einhvern veginn bara, já, ekki bara besta, þeir ekki vinnirar, ekki vera með vinnirunum það gerir það, maður velti því fyrir sér, sko. Það gerir það örugglega einhverju leyti, en þess vegna kem ég aftur á því ævistarfi sem ég hef starfað við, að það lesturinn, læsið að þú náir að greina kjarnan frá hisminu og reynir að greina sannleikan sem í orðunum. Já, þú verður að tala um það, sko, að þú þarft að geta lesið, sko, hvaðan koma þessar upplýsingar. Já. Hver að segja þetta og hverjir eru hans hagsmunir. Já. Og þetta manni finnst þetta að það hafði verið að starfa í fjölmiðlum í rúm 20 ár og svona að allir að vita þetta, en almennt sennilega fullt af fólki sem að kannski les einhverja fréttir og svona og það bara ekki með neitt sans fyrir þessu. Nei, það sko, ég hef sagt það líka, bara ekki taka öllu sem ég segi sem gefnu. Gagnrýnið líka það sem ég segi. Ég ætla ekki að þykjast að ég sé handhafi sannleikans. Ég hef bara ákveðna reynslu og þekkingu og svo bara dæma menn mig út frá því. En það bara, lýðræðið kostar vinnu. Og þú þarft að kynna þér hlutina, þú þarft að sökkva þér í málefnin til að geta skilið kjarnan frá hisminu og það eru svona populísku öfl sem að ná að búa til flottar umbúðir. Ég hef talað um umbúðanám og innihaldsnám sem að eru þess eðlis að það bara þægilegt, ég tek bara glansandi flotta kassa og ég bara vona það síðan þegar ég opna hann á jólunum að það verði eitthvað flott, sko. En það versta sem væri ef við myndum opna kassan á jólunum og við myndum fá Reykjavíkurstjórnina yfir landsmálin. Hugsaði hryllingin fyrir bara almenning að opna jólakassa sinn og við ríkisstjórnarborðið væri Reykjavíkur samkurlið. Já, það væri einhver hryllingur. Miðað við, sko, fjármála óreiðuna sem í Reykjavíkur módelinu og þá væri það náttúrulega hryllingur fyrir landsmálin eða ef við færum út í eitthvað svipað þar, sko, það sem svona ekki borin virðing fyrir því að peningarnir þurfa að koma einhvers staðar frá og við getum bara gefið í einhverjum útgjöldum og bætt þjónustu alls staðar en á sama tíma, sko, hækka skatt á alla. Akkur við megum ekki gleyma því að forsenda samfélagsins, öflug samfélags, atvinnulífið. Það atvinnulífið sem skapar peningana sem fara síðan í umferð. Ef við ætlum að kyrkja það sem stefnir í að verði, að einhverju leyti, að taka súrefnið frá þeim, þannig að þið geta ekki andað djúpt og þannig út kassan og breyta út vangina til að stækka kökuna handa öllum, þá mun það vera málið. Það munu allir hafa það aðeins meira skítt og ég vona það sé ekki svona jákvæð hugsun að hugsa, heyrðu, þarna nágranni minn sem hafði hann helviti gott hérna þegar þessi voru við stjórn, núna hefur hann bara jafn skítt og ég, sko, og það bara fagna því. Þetta alveg hugsun sem til læðist að sumum, sko, og það svona sýnt sálfræðilega fram á það, þú tilbúin að hafa lægri laun ef að einhverjir aðrir séu dregnir líka með þér niður í það plan, en það svona frumstæð hugsun að mínum mati og vonandi bara dýpra á þeirri hugsun en svo að við pössum upp á það. Atvinnulífið sem borgar laun og skapar gjaldeyrin okkar, þetta gerist ekki að sjálfum sér. Þetta gerist fyrir tilstilli fólks sem hefur ekki áhættu og skapað, menn þú sér bara Guðmund Fertram í Keresis, milljarðar sem hann að koma með inn í samfélagi út af fiskrofi,
ef hann hefði ekki verið í því umhverfi sem Íslandi sem svona gott nýsköpunarumhverfi, þá hefði þetta mögulega aldrei orðið. Já, já. Og það er fullt af svona fólki í pípunum sem við megum ekki taka súrefnið frá. Það verður að fá súrefni. Já, já, ég segja bara, ég er í fyrsta skipti í mínum eigin rekstri, að vera komin 2 ár og fram á því var ég bara alltaf, sem maður segir, working for the man, sko, launamaður, reyndar ekki hjá einu opinbera, en alltaf verið á, en maður finnur að þetta, að það að bretta upp ermarnar og stofna fyrirtæki og setja þetta í gang og að það, ef allir væru bara að gera þetta, og hvað væri rosalega blómlegt, náttúrulega einhverjir fara á hausinn og svona, en það er þetta framtakssemi fólks að búa til eitthvað nýtt sem hlýtur að skipta öllu máli þegar við erum að taka inn líka skatta og byggja samfélagið, að það séu einhverjir sem að þori að taka einhverjar áhættur og þori að keyra eitthvað í gang. Akkurat. Nýtt með bara starta með 2 hendur tómar og byrja það. Sko. Akkurat, þú ert bara rúglega fínt dæmi, þú ert komið mann hérna í vinnu hjá þér, algjörðan toppmann, segjum sér svo bara að þetta gangi rosalega vel hjá þér, þú stækkir aðeins og þurfir að ráða eitthvað viðbót, þú varst að kaupa hérna græjur hérna inn í þetta herbergi hér, þá græddi einhver á þér þar sem borgaði einhverjum öðrum laun sem gæti síðan, og þú voru skattateknur af því og það voru borgu launinu mín sem skólamaður í réttarhaldsskóla, svona gengur það, við megum ekki gleyma því að peningarnir verða bara ekki til einhvern veginn á trjánum, þeir verða til fyrir tilstilli fólk, eins og þín, sem að skapar eitthvað úr stundum engu og svo þarf bara að vera að velta á fjármununum inn í hagkerfinu og þeir verða að fá að velta eins frjálst og hægt það sé ekki hindranir eins og bara háir skattar sem að sumir flokkar að agitera fyrir og við verðum bara átt okkur á því að það er það sem skapar síðan launin fyrir okkur opinbera starfsfólki og það er kannski skrítið að ég tali svona að því ég er opinber starfsmaður en mér bara finnst þetta svo virðingavert að taka áhættu með líf sitt og fjölskyldurnar sinnar kannski með börn og þetta borga afborgunar húsi þú ferð bara úr einhverju vermdu umhverju sem bara þú verður að launatekka þig mannulega og tekur bara áhættu með því, ég ætla að gera þetta, ég trúi á það og þessi fólki á að umbuna. Ég held, það sem ég sitt hérna og tala við þig, þá hugsa ég ég held að það sé ekki gott að 90% kennarastéttarinnar séu opinberi starfsmenn. Ég held að þetta frekar að vera svona 50-50 og að því að einmitt, það væri fleiri kennarar sem að gerðu sér svona vel grein fyrir þessu eins og þú gerir, að þá myndi það kannski, þá væri ekki svona sótt að hægri stefnu bara almennt í uppeldi barna okkar og í skólunum, sko. Já, það getur verið. Ég held að kennarar séu vonandi ekki mikið að smita eigin lífsskoðanir yfir á börnin. Ég hef nú ekki trú á því, en ég almennt bara fjölbreytt atvinnulíf gott og ég hef oft pælt í því að stofna skóla sjálfur, en ég bara svona sé það fyrir mér að það sé ekkert endilega hugmynd sem gangi upp því að þú ert með börnin á leikskóla og þar eignastu ykkur að vini vinasambönd og það fólk mjög ógjarnt á það að slíta þau vinasambönd til að færa börnin í einhvern skóla sem á að þykja eitthvað góður annar stað sko. Við erum bara stjættlaust samfélag eða frekar stjættlaust og með þokkalega góða skóla sem getur bætt reyndar töluvert mikið En eins og Ísaksskóli og Landakotsskóli, þeir eru náttúrulega byggja bara á því að hafa verið alveg ofboðslega lengi, það ekki? Jú, og byggja bara á góðum aðferðum og góðum grunni. Menni Ísaksskóli með þessa hljóðaðferð sem bara nátengt PALS. En það er erfiðara fyrir nýjan einkarekinn skóla að byrja. Það er líka bara með í hvað hverfi hann að vera. Það eru bara hverfiskólar. Og þeir bara metta það hverfi að taka við þeim börnum sem útreiknað bara sem eiga heima þar. Þannig að skólar eru bara, það þarf bara vist marga skóla og það er kannski ekkert hagkvæmt að vera að drita niður fullt af skólum í viðbót og tæma einhverju leiti þá hverfiskólana og eftir þar verða þau börn sem að hafi ekki kost á því að fara einhverja lengri vegalengd á morgnana eða eitthvað slíkt sko. Við höfum líka að passa okkur á því að búa ekki til einhvers konar skóla sem að verða eftir á og börn þeirra sem að hafa ekki allt til alls séu þar og við tökum tækifærin af þeim vegna þess að börnin hafa jöfn tækifæri til skóla
grunnskóla og svo líka það sem skiptir svo miklu máli fyrir allt hagkerfið á Ísland að mannauður allra barna að hann á að blómstra til hins ítrasta og þá ég að tala mannauð innflytjenda og barnana sem eru lesblind og eiga fatlanir og líka þessi sem eru afburðahæfi í bóklegu námi að við náum að taka þennan mannauð og þau náum öll að blómstra frá þeim sko bara allt litrófið ná að blómstra og það stefna Sjálfstæðisflokksins að allir ná að hámarka hæfileika sína og nái hámars árangri, ekki bara þeir sem eru í efsta laginu eins og þarna og sá strámaður sem teiknaður eru upp og ráð síðan á. Við viljum að allir nái árangri. Allir. En gefum okkur það að þú náir inn og verðir þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Hvað getur þú gert þaðan í þessum menntamálum til þess að hafa jákvæð áhrif á þetta kerfi allt saman? Já, það fyrir náttúrulega eftir því hvort maður kemst í hvort þú verður með stjórn eða ekki. Já. Það er svona nokkur ef og Segjum svo að þú verður þingmaður hérna út í 3. sæti og Sjálfstæðisflokkurinn kæmist inn í stjórn. Já. En það er langt síðan að Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft menntamálráðuneyti samt. voru framsóknuna. Já, það búið að vera framsókn mest. Segjum svo að já, það er samt ólíklegt að framsókn og Sjálfstæðisflokkur verið saman í stjórn. En það gæti samt annarkvort Sjálfstæðisflokkur eða framsóknarflokkur gæti endað inn í stjórn. Já. Og þú ert þá óbreyttur þingmaður, hvað sæður fyrir þér? Hvað gæti þú, hvernig getur þú beittir til þess að bæta menntakerfið á Íslandi úr þeirri stöðu að vera þingmaður, stjórnarþingmaður jafnvel, á Alþingi? Ég held að það fyrsta sem ég myndi reyna að koma til leiðar sem er á valdi stjórnmálamanna á landsvísu og valdi, þetta allt svona hæggengir ferlar, að það að breyta námskránni. Námskrá grunnskólana algjörlega, hún hrein ráðgáta og bara algjörlega það plagg sem gert að vinna eftir. Okay. En það samt plaggi sem unnið eftir? Já, það bara ekkert almennilega unnið eftir því, menn eru bara að gera eitthvað að hinga og þanga og jafnræðis ekki gætt, af því hún bara þannig að hún eins og ég segi, ráðgáta, hún ekki leiðarvísir en svona á að vera. Og stefið í skólastarfi á að mótast eftir námskrá og ég myndi vilja breyta henni, bara taka þá sem núna og kasta henni í tunnuna og setja upp nýja námskrá sem svona þekkingamiður, þannig að við getum vitað hvað á að læra það sem nokkurn veginn með á hreinu að kjarnin í því sem fer fram á 10 ára grunnskólanámi sé einhver ákveðin lágmarks kjarni og foreldrar geta bara gengið að því vísu, þú veist, búið að kenna þetta, þú getur bara spurt það, núna í dag ekkert þannig. Núverandi námskrá, þú getur tekið svona dæmi hvers vegna hún svona mikið ráðgáta eða hvernig hún ekki að virka í núverandi námskrá. Það bara, til dæmis, það eiginlega engin þekking inn í henni. Það er ekki minnst á neitt, það talað að þú að læra einhver málfræðihugtök, ekki bara það bara einhver málfræðihugtök. Og það ekki talað einhverja sögu atburði eða eitthvað slíkt, það ekki tiltekið einhverjir svona bútar úr sögunni eða hvaða eðlisfræði á að kenna kjarneðlisfræði eða að kenna orkuhugtöka, hvað á að kenna og hversu mikið á að kenna hvað. Mér finnst að pólitíkin bara ábyrgð á þessu. Ef þetta ekki gott, þá bara ertu kosin í burtu. En embættismenn sem búið þetta til, þeir ekkert kosin í burtu. Þeir bara geta haldið þessu starfi áfram og bara það ekkert sem engin ábyrgð sem þeir bera á námskránni. Námskráin þarf að vera meira, segir þú svona, niður njörfuð að krakki sem klárar þetta stig í skóla, hann þarf að kunna skil á þessari sögu til dæmis, hvað gerðist þarna eða kunna þessi tilteknu málfræði hugtök og svo framvegis, svona meira svona niður njörfað, það það sem vantar. Já, af því að það við sem erum þá kosin af fólkinu, lýðræðið virkar þannig að við að bera ábyrgð síðan á þeim hlutum sem við gerum og svo bara kosin í burtu á 4 ára fresti eða styttri fresti eða springur stjórnin. Ég vil bara bera ábyrgð því sem ég geri. Ég vil ekki geta verið bara einhver ábyrgðarlaus og samið eitthvað og svo bara láta það bara malla ár eftir ár. Þessi námskrá frá 2011 það mjög lítið sem hönd á festir. Ef þú myndir bara spyrja almenna kennara farir út í skóla hversu góð leiðsögn í námskránni, langt frestir og það kom fram í könnun að það finnst engum hún góð. Og það eitt og svo myndi ég vilja koma á
samræmdu námsmati, þar sem að við myndum þá geta séð hvernig tekst þessi nýja námskrá sem væri komin, hvernig gengur skólunum að ná þessum viðmiðum sem í námskránni. Þá bara, þú veist, bara ákveðin mæling á það og foreldrar geta séð það bara hjá börnunum sinni líka. Heyrðu, hvernig hefur Frosta gengið hérna í þessu, hann hérna í 9. bekk, 10. bekk eða 4. bekk. Hvernig gekk honum, heyrðu, byrjuð, það bara eitthvað ekki nógu gott í gangi hér. Þannig að þá höfum við eitthvað að tala raunverulega. Ég veit ekki hvað þeir foreldrar sem eru að hlusta núna, menn hafa þau eitthvað forsendur til að ræða nám barna sína við kennarana sína. Samræmt mat meinarðu þá bara einhvers svona lítið samræmt próf alltaf á hverju nári eða, þú veist? Ég held bara að það sé því meira mat og án þess að það taki bara allan tíman, en það sé bara þægilegt, aðgengilegt mat sem að metur stöðuna, þannig að þú viti hvert þú ert komin og getur tekið síðan bara kompásinu og ég er komin hingað, ég er á leiðinni þangað, þá þarf ég aðeins að stilla hann hingað. Þannig að við förum bara þangað. Þannig að það sé svona einhver vitneskja hvert við erum komin og hvert við erum síðan að halda áfram. Staðan er ekki þannig núna. Það er bara við vitum afar lítið hvert við erum komin nema 3 ára fresti þegar PISA slæðir ykkur í hausinn eins og sleggja og koma verri niðurstöður og fólk er alltaf að gera sömu hlutina en niðurstaðan er alltaf svo sama. En er þetta það sem að Ásmundur Einar er að tala núna? Hann er að fara að innleiða sem sagt að það verði ekki samræmt próf en það verði svona stöðugt mat í gegnum allan ferilinn, var ekki að tala það verður heiti matsferill sko, ég hef sjálfur ekkert nákvæmlega séð hvað það er og það hefur ekki verið mikið sýnidæmi eða eitthvað þetta hljómar ekkert illa en það þyrfti líka samræmt mat þannig að við sko yfir alla skólan tekinn á sama tíma þannig að við sem að ákveðum það að taka peningana þína og setja þá inn í þetta kerfi bara milljarða, tugi og 100 milljarða ofan. Þið viti hvað ég að fá út úr því. Já, það er algjört ábyrgðarleysi að stjórnmálamönnum núna að það er bara að moka peningum inn í þetta og svo bara treysta þeir embættismönnunum sem enga ábyrgð bera í raun fyrir fjármununum. Og svo bara eru þeir mataðar upplýsingum fyrir embættismenn, þetta er svona embættismannakerfi. Við sem erum kosin í pólitík, hvort sem ég kemst inn eða ekki, bara pólitíkusar, eiga að bera ábyrgð á þessum fjárútlátunum. Ef það gengur vel, þá geta það stært sig að því og sagt bara þetta gekk vel og ég ráðstafaði peningum almennings vel. Ef það gengur illa, þá verður bara að viðurkenna það og svo bara verður almenningur að ákveða það hvort þetta fólk eigi að halda áfram að ráðstafa peninguna eða ekki. Hvað er mikilvægt fyrir krakka sem er að klára 9. eða 10. bekk, til dæmis svona í sögu? Hvað er mikilvægt að þau þekki og viti úr mannkynssögunni? Þegar stórt er spurt, sko, það almennt skiptir bara öll sagan máli. Sko, þannig við getum farið aftur í ræturnar og séð hvernig við komumst á einhvern ákveðinn stað og lært af því. Ef við þekkjum ekki söguna, þá gerum við sömu mistökin aftur og aftur og aftur. Sko, málið er þannig það, að þú byrjar að kenna þessa þekkingu á fyrstu stigum grunnskólans og bara baðarðu upp úr íslensku og þekkingu, þá verður þekkingar boltinn í hausnum á krökkunum stór og því stærri sem hann er, því meiri þekking bætist við. Það er auðveldara að bæta mikilli þekking og hraðar við því stærri sem þekkingagrunnurinn er í hausnum aður. Og það er náttúrulega, þessi krakkar, þeir þurfa þá að læra bara til dæmis. Þau þurfa að þekkja söguna, þú googlar ekki, þú veist. Nei, og þeir þurfa að þekkja sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Þeir þurfa að þekkja kristnitökuna, þeir þurfa að þekkja þjóðveldisöldina, þeir þurfa að þekkja norsku konungasöguna, þeir þurfa að þekkja síðan bara helstu svona viðburði úr vestrænni sögu og þetta er eins og þú sagðir einhvers staðar, þessi þekking sko, sem þú getur vissulega googlað en þú þarft að vera með þetta innprentað í því sjálfan til þess að skilja þetta. Já, menn þú getur, ef þú ætti að pæla eitthvað í sögu og svo bara langar að vita þetta, svo fyrir að googla eitthvað sjálfstæði Íslendinga, svo sérðu eitthvað text um það, jú, ok, þú skilur hann alla af því að þú ert ekki með neitt samhengi í kringum hann, þú verður að byggja þetta markvisst upp. Það er það sem skiptir máli, að þekkingagrunnurinn, þetta er grunnskóli og byggja grunnþekkingu, að við byggjum upp þekkingagrunnin sem að við teljum að fólkið sem kýs okkur, það treystir því að þetta er fulltrúarliðir að við
höfum einhvers konar vit á hlutunum eða treystum öðru fólki til að hafa vit, við þurfum að byggja upp þann tekningrunn, við eigum til dæmis námskrá frá 99 sem bara frábær sko, að við verðum að byggja hann upp markvisst og rétt, þannig að næsta þekking sem kemur hvort sem það er í framhaldsskóla eða háskóla í lífinu, að hún eigi sér stað í þeim grunni sem fyrir komin sko. Þannig að þú veist, ætla að fara að googla eitthvað, nú ætla ég að vita hvers svona fyrri heimsstyrjöldin byrjaði, hvað var einhver atburður það sem að olli því, svo sérðu það var kannski einhver atburður, en hversna voru þá löndin móttækileg fyrir það að fara í stríð, sum en önnur ekki. Ég er ekki að segja 6 ára barn fyrir að kunna þetta, en því meira sem að það kann, því líklegri er það til að vera gerandi í sínu lífi, því líklegri er það að öðlast lífsgæði. Þannig að því meira sem þú veist, því líklegri ertu til að geta tjáði í ræð og riti, því meira markaðir á þau takandi, því lengra nærðu með þínar skoðanir og þín mál og fullnægja lífsins verður miklu meiri þegar þú ert ekki bara einhvern veginn lokárinn í kaffibollaðinu og hugsar allir aðrir séu fíbl. Nákvæmlega. Þess að þú nefnir þetta dæmi, menna það að eitt að vita að Frans Ferdinand hafi verið skotinn er bara lítill hluti, þú þarft að þekkja skilurðu stöðu þjóðana á þessum tíma og til þess að skilja af hverju styrjaldir byrja og af hverju í dag við erum að horfa á styrjaldir sem byrja og allt það. Þetta tengist allt og það er bara, ég er ekki það sjálflægur að ég hugsa að öllum líður svo mér, það er samt bara þannig, ef þú kannt hluti og þekkir hluti og veist hluti, það er ákveðin fullnægi sem felst í því að vera lífvera sem veit eitthvað meira heldur en bara að horfa á næsta TikTok-vídeó. Nákvæmlega. En sko, já, það er í þessari kosningabaráttu er útlitið ekkert sérlega gott fyrir Sjálfstæðisflokkinn, eins og segir. Nei. Þitt sæti er kannski svona baráttusæti að öllum líkindum. Sjálfstæðisflokkurinn, eins og ég held að við rættum þetta í upphafi, Sjálfstæðisflokkurinn er þrátt fyrir mjög fína stefnu að þá er hann að gjalda núna fyrir 7 ár með Vinstri grænum. Er það ekki alveg ljóst? Jú, það er held ég alveg ljóst og það var það að halda áfram í samstarfinu eftir fyrra kjörtímabilið er mjög umdeilanlegt og ég held að mjög margir sjálfstæðismenn þeir upplifið svona töluvert mikil vonbrigði, þrátt fyrir að ýmislegt hafi náðust þá er einhvern veginn bara sko, við sjáum alltaf stjórnarflokkandi gjalda allir, menn að Vinstri grænir virðast vera þurrkast út af þingi, ég held að kjósendur þeirra séu nú ekkert ánægð með samstarfið við Sjálfstæðisflokkin á þessu tíma heldur. Hugsa hvað það hefði verið klókt ef að Bjarni Benediktsson hefði ákveðið þarna þegar Katrín hætti og það sé nú enn seinna í ferlinu að þá hefði hann sagt, þetta gengur ekki, við getum ekki verið með Vinstri græn, við ætlum að bjóða Viðreisn inn í staðinn. Þá hefði Viðreisn verið allt annarri stöðu núna í þessum kosningum og sennilega hefði verið hægt að sýna einhverja meiri hægri stefnu á lokametrum kjörtímabilsins. En það er alltaf hægt að vera vitur eftir á. Ég held að það hefði verið ofsalega klókt ef að þeir höfðu Sjálfstæðismenn hefði ákveðið að segja skilið Vinstri græn þegar að Katrín hætti, bara leið og hann fór í forsetaframboð og bjóða Viðreisn borð. Já, maður veit nú ekki hvort að Viðreisn hefði tekið því sko. Nei, það er ekkert víst. En ég held að það sé alveg ljóst svona að Katrín hafi verið töluvert lím í þessu samstarfi og hennar hæfileikar í því að halda fólki í vinnu saman sko, og sem eru mjög eftirsóknarverðir eiginleikar finnst mér í fari stjórnmálamanna að geta það. En svo kannski voru þau bara of góði að halda ykkur saman sem var ekkert í lagi. Samstarf svona breytt á flokka með Vinstri græn og Sjálfstæðismenn að þetta virkaði náttúrulega auðveldlega þegar við vorum með COVID og pólitíkin var tekin úr sambandi. Það voru ekkert, hvaða flokka sem geta stýrt landinu sko. En getur þú alveg hugsað þér að ég veit þú brennur fyrir kennarastarfið og aðstoðarskólastjóri og allt þetta. En ef þú færir inn á þing bara sem stjórnarandstöðu þingmaður, þú getur ekki verið að kenna, þú getur ekki verið í skólanum, þú ert bara einhverju stjórnarandstöðu sem hefur voru lítið, hvernig myndir þú meta þá stöðu? Þetta er bara martur sem ég vil ekki hugsa um. Nei, það er sko, ég velti þess alveg fyrir mig vegna þess að ég hef alveg haft töluverð áhrif held ég, þrátt fyrir að vera ekki í stjórnmálum, bara með því að tala uppátt og skrifa greinar, en það svona leið og ég orðinn merktur sjálfstæðismaður,
taka menn því sem ég segi sem einhverju pólitík, sem kannski alltaf einhver pólitík í því sem maður segir, en að vera í stjórnarandstöðu, ég myndi bara leggja mig fram í því að halda stjórninni við efnið og það myndi ekkit vera þægilt fyrir einhvern menntamálráðherra að vera með mig í stjórnarandstöðu og mér þætti, sko, ég myndi ýta undir góðverk, absolutt, ég myndi ekki setja stein í götu góðra verka, en ef það eitthvað að menn ætla að halda áfram með þeirri braut sem núna, þá myndi ég láta menn heyra það að það væri ekki rétt leið og ég myndi fara fyrir því sterk rök og það yrði held ég erfitt fyrir menntamálaráðherra að vera þar ef hann myndi ekki gera rétt hluti. Ég geti tróð því líka. Það er þess að gagnaðir hvort sem í stjórnarliði eða stjórnarandstöðu. En það sem maður myndi sakna bara eru krakkarnir, sko. Að þessi úlingar sem maður að kenna og með, að það með ólíkindu hvað kennarastarfið gott og skemmtilegt. Ég búin að vera að lappa í hús hérna í Smáaborgarinn og Fossvoginum að bera út bæklinga og tala við fólk og hitta þessa krakka sem maður kendi kannski fyrir 10-15 árum, 12 árum, 3 árum. Þetta bara einhvern veginn, þetta ólýsanleg tilfinning að sjá þau þroskað, stækkað, búin að gera alls konar hluti í lífinu, orðnir foreldrar. Þetta einhvern veginn, það er ekki mörg störf í samfélaginu sem eru svona ofboðslega gefandi eins og kennarastarfið. Þannig að þú átt nú örugglega fjölmörg atkvæði inni þar, hjá krökkum sem hafa kunnað vel við þig sem skólastjóra og kennara. Ég myndi helst vilja að þeim kjósa mig út á stefninu sem stend fyrir, en ekki hver ég en ég held að, mig grunar það alveg og ég finn það alveg í þeim símtölum sem ég að hringja að sum símtölun eru kannski, maður vill hafa þau kannski 1-2 mínútur og þau eru kannski hálftími af því að maður eru gamla tíma með krakkanum, því þessi krakkar eru miklu meira heldur en bara eitthvað kennitala fyrir manni. Þetta eru einstaklingar sem maður er að koma út í lífið þannig að þau hefur sem allra mesta möguleika og mannauðu þeirra að fá að blómstra og svo fær maður að fylgjast með þeim þegar þau eru í námi, í vinnu, stofna fjölskyldu, stofna fyrirtæki og þetta einhvern veginn svo heyrir maður, ég nú læknir að því ég fór í náttúrufræðinni hjá þér og að geta haft afgerandi áhrif á líf alveg ótrúlega margra sem kennari, og þetta þekkja kennara náttúrulega, eru bara ein mestu forréttindi sem hægt því að tilgangur lífsins hlýtur að vera að láta gott að sér leiða, sko. Herru, segðu mér eitt í lokin. Það hlýtur að vera áskorun eins í réttarhaldsskóla eins og öðrum skólum og bara almennt þá spyr ég þig, allir þessi fjöldi útlendinga sem hafa verið að koma til Íslands á undanförnum árum, 80.000 mestmegnis þetta fólk sem kemur úr öðrum EES-ríkjum og en síðan eru núna í auknum mæli líka flóttamenn, hælisleitendur sem koma kannski úr öðrum heimshlutum sem menningarmunur líka. Hversu mikil áskorun hefur þetta verið fyrir bara skólastofurnar og bara fyrir kennarana að þetta er náttúrulega mismikið eftir hverfum og við höfum heyrt það í Breiðholti séu til dæmis skólar sem eru bara 80-90% bekkjarins eru útlendingar. En lýst þú eins fyrir mig hvernig þú upplifir þetta og þér finnst að kollegar þínir upplifir þetta? Er þetta mikil áskorun, er þetta smá áskorun eða hvernig metið þetta? Þetta er náttúrulega bara ofboðslega hröð breyting á stuttum tíma. Og það mikil áskorun að fá krakka inn sem tala ekki íslensku og sumir ekki ensku og fá þau bara það bara gerist á tímabili bara vikulega, þá var bara einhver að kemur fólk sem bara flutt í hverfið og ekki jafnvel með kennitölu fyrir börnin sín og þá ekki að setja þau inn í mentorkerfið og þá ekki jafnvel varla vitað af þeim, sko. En þau eru samt í stofunni? Já, það sem gerist það að þú farið inn til þín barn sem bara individuelt barn, þú getur bara ekkert neitað því að koma í skólan, maður er alltaf mjög erfitt með það og þannig að það kemur inn, en þá erum við höfum verið með sko ISAT, eða íslenska fyrir útlendinga, íslenska sem annað tungumál, þá byrjaðu þar, en þau eru líka inn í bekk, það fer nú oft ekkert, kannski rosalega mikið fyrir þeim, en það samt þannig að það óþægilt að vera finna sko vannmáttin í því að vera að kenna einhverja námsgrein og þú með barn sem skilur ekkert þarna inni
og það ekkert endilega trublandi eða neitt slíkt, þetta bara svona óþægileg tilfinning og líka fyrir barnið og þess vegna erum við með hérna í aðgerðunum okkar, við viljum að það sé tekið betra á móti þessum börnum, að þeim sé kennd íslenska alveg massíft og bara á fyrstu dögunum á mánuðum meðan við erum, þannig að þið komi betur undirbúin inn í skólan og við vitum líka hvað þeir standa námslega því að það eru að börn að koma allstaðar að frá í gegnum EES og svo bara líka hérna á þann heiminum. Sum börn eru komið lengra en íslensk börn í námi en önnur ekki. Sum hafa kannski verið upplifað alls konar hrylling sko og bara ekki búin að vera í skóla í mörg ár og kannski að koma inn í umhverfi sem bara allt öðruvísi heldur en þau eru vön og vantar mikið upp og við þurfum að sko þetta þurfum við að læra af Norðurlandaþjóðunum að taka miklu betur utan þessi börn, finna út hvað þeir stödd í náminu og koma þeim inn í íslenskuna því íslenskan síðan lykillinn að samfélaginu. Við þurfum að koma þeim hafa massífa íslenskukennslu til að byrja með og svo þegar þau eru orðin svona slarkfæri í íslenskuna þau komið þá inn í jafnaldrahópinn, það miklu meir líkur á því að þau hafi eitthvað í frammi og þau tengist betur jafnaldra sínum. En höfum við úr nægilegum mannskap, höfum við nægilega marga kennara til þess að geta tekið svona hópa til hliðar, það að segja þeir sem eru íslensku sem annað tungumál og kenna þeim massíft íslensku, það þurfti að gerast svona einhvern veginn til hliðar við íslensku hópin. Það vöndun á kennurum, það bara svo kjarabaráttu kennara núna, menn að tala um það að þeir vilja fá menntað fólk inn í stéttina, það vantar kennara, þannig að það skortur á þeim og kannski ekki skrítið þegar okkur hefur fjölgað svona gríðarlega á stuttum tíma og megnið þau eru útlendingar, við erum ekki að fjölga okkur sjálf, þannig að það alveg, ég held að bara venjulegt fólk sjáu það að ef við myndum bara að fjölga inn í skólum svona mikið af fólki að erlendu bergi brotið, það er rosalega áskorun fyrir skólakerfið og innviðina, það partur af því líka að skólastjórnendur og bara allt skólasamfélagið þarf að hugsa þetta svolítið upp á nýtt og það stundum þarf hver skóla að gera það verður miklu betra að þetta væri gert miðlægt og það myndi síðan á endanum miklu bera ábyrgð á framkvæmdinni og ef hann stendur sig ekki, þá var hann kosin í burtu. Ég enda alltaf þarna að mér finnst og ég veit að mjög margir skólamenn eru ósammála mér og ég hef oft heyrt að viltu láta pólitíkina stjórna þessu? Ég segi bara stundum já, þau eru lýðræðislega kosin, fólki vill þetta fólk flokkarnir stýra því í þennan málaflokk, það lítur að vera eitthvað viti í þessu fólki, ef það stendur sig ekki, þá bara segjum við bless við það í næstu kosningum. Við gerum það ekki við embættismennina, þeir bara setja ár eftir ár eftir ár og áratugi eftir áratugi, sumir góðir, aðrir miðlums góðir og aðrir ekki góðir. Nákvæmlega. Það mikill hagur af því að það væri einhver sem myndi bera ábyrgð sem lýðræðislega kjörin. Já. Það bara leitun af því að með þú sér PISA-niðurstöðurnar hefur einhver sagt ding, 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 heyrðu, ég ber ábyrgð á þessu. Nei, ekki neitt. En segðu mér annað, út af kjarabaráttu kennara núna, eru kennarar of lágum launum, hægt að borga kennurum hærri laun? Ég held þetta forgangsraða í samfélaginu þannig að þeir fái hærri laun, já. Ég held að það sé hægt og ég held að það séu of lágum launum, en mér finnst svona það væri of lágum launum meðal við vinnuframlag. Já. Og vinnuframlagið meir heldur en bara kennslan eins og stundum kemur fram sko. En það sem mér finnst að þyrfti að gerast í leiðinni sem að mjög óvinsæl skoðun, að það svona lög réttindi og skyldur opinberra starfsmanna, þau eru löguð. Að því að sko þau lög að vernda bara veikustu hlekkina í stéttinni og það gengur ekki sko. Og það bara kemur óorðið á stéttina sem slíka sko. Þetta nauðsynlegt. Já, það verður að koma með sko. Eins og alls staðar annars staðar starfsmönnum. Já. En það var eitthvað eitt sem ég ætlaði að spyrja það með viðbót já, það var tengstum við með kjarabarátuna. Já, ég ætlaði að spyrja þig. Sko ég hóf skólagöngu mína 1984 væntanlega, 6 ára. Síðan ég næstu 10 árin til 1994 útskrifaðist ég úr Garðaskóla og fór síðan reyndar í Fjölbrautaskólann í Garðabæ eftir það, en í þessi 10 ár þá minnist ég þess ekki að það hafi nokkuð tímann verið eitthvað sem heitir starfsdagur eða vetrarfrí og ég var alltaf í skólanum frá klukkan 8 á mótnana til að vera 3-4 á daginn sko. Það var ekki til sem heit frístund í Garðabænum allan á þeim tíma. Nei, þannig að ég var bara í skóla allan daginn og það var aldrei vetrarfrí, aldrei starfsdagar þar sem að kennarar þurfti að vera 1 eða 2 daga að skipuleggja sig í skólanum og krakkarnir heima á meðan.
hvað gerðist hérna? Akkur þetta svona núna? Ég núna með börn í skóla og það eru starfsdagar, lón og dón og það vetrarfrí og maður þarf að sækja sérstaklega til að hafa dagvistun fyrir börnin í leikskólanum í vetrarfríi sko, því að það er gert ráð fyrir að það séu bara allir að fara eitthvað til útlanda sko. Akkurat. Já, en ég nú nokkuð viss það þegar þú varst í grunnskóla, það voru ekki vetrarfríin, en það voru starfsdagarnir. Þetta er það? Þetta er bara misminni hjá mér. Þetta er misminni það, ég er bara 99,9% viss það. Ég þekki kjarasöguna ágætlega, en það sem hefur gerst í leikskólanum að þeir hafa fengið starfsdaginn sem er svona frekar nýtt. Starfið námið voru 5 ár og leikskólastarfið þarna árið flóknara og meiri skóli heldur en kannski var þegar þú varst barn. Þessi dagar eru til að undirbúa kennslu og koma svona og fara yfir, þú veist, ef það eru svona einhverja prófatarnir eða eitthvað slíkt sko. En þetta er sérstaklega fyrir yngstu börnin, er þetta svona ákveðið óhagræði og menn þurfa þá að sækja ykkur leyfi eða sækjum aðstöðu fyrir barni, sérstaklega fyrir leikskóla því að þú gætir illa haft kannski leikskólabarn hérna inni núna í þessu samtali, þú þurftir að sinna því með einhverjum hætti. Það gerist daginn, það var vetrarfrí og ég bara klikkaði stundum, maður les ekki alla tölvupóstana að því miður, en þá kom á daginn að, núna er vetrarfrí og morgun hinn og hinn sko og þau börn sem hafa ekki sótt dagvistun, þau eru ekki velkomin og ég hugsaði, býtu við leikskólinu opinn, en ég á að vera heima með barnið á meðan það er leikskólakennarar og leikskólabörn af því ég mistaði einhverjum tölvuposti. Ætti ekki frekar að vera öfugt, þannig að sko, það verður boðið upp á það ef þið ætlið að fara í frí þá getið þið sótt að láta fella niður leikskólagjöldin þessa daga, en annars eru þið bara að halda frá að mæta, sko, það verður svona öfugt, en það snúið við allt í einu, þannig að og það var fullt af fólki, ég frétti það sérstaklega öðrum leikskóla þar sem eru fleiri útlendingar sem lesi ekki tölvupóstana sem mættu með börnin sínu morgunni og bara nei, þú ert ekki skráður hér og þetta er bara fáránlegt. Þetta er svona einhvern veginn sko ekki nógu góð svona framkvæmdur þessi aðgerð er bara vond, bara í stuttu máli. En það sem hefur sko gerst í þessu er að kennarar hafa sko, þeir hafa í raun selt samt svona daga, svona starfsdaga og til að hækka launin sem hafa síðan tapast sko seinna, en þannig að þessi starfsdagar eru góðir. Lítið á þetta sem fríðindi fyrir kennarana að taka starfsdaga, en það er logið á okkur foreldrunum að þeir séu í vinnunni að strita við að undirbúa kennarastarfið. Nei, það er nú ekki þannig, en það er samt, kennsla er ákveðið umfang, en ekki endilega tímamæling að undirbúa kennslu. Menn að við tveir varum að kenna saman, þú var kannski helmingi fljótar en ég að gera eitthvað hlut og gera hann miklu betur og ég var sko fram að kvöld að gera hann, það myndi ekki því að ég ætti að fara í laun, þú ert bara flinkari við að undirbúa þetta hlaðar Pér heldur en Jón Jónsson hérna í hliðina það sko. Vissulega eru sumir lengur eða skemur en aðrir að undirbúa eitthvað og starfsdagarnir eru lang oftast eru þeir mjög góðir til undirbúnings. Sumir, ef þú nýtir það ekki vel, þá kemur það venlega bara í hausinn á þér, setna, þú ert bara með allt miðruðið í kennslunni í framhaldinu, sko. Þannig að starfsdagarnir, ef þeir geta alveg, ef þú bara reyndu kennar og mjög hæfileikar ykkur að gera ákveðna hluti, þá getur gert það á skemmri tíma. Það er bara svo í öllum svona umfangsvinnum sem eru svona akkordstengdar á ákveðnu leyti. Ákvæmlega. Herðu, þetta er mjög fróðlegt eins og alltaf að sitja með og spjalla öll þessi mál. Sömulegis. Ég persónulega held ég með þér. Mér finnst þú vera náttúrulega afbragð skólamaður og hefur svo mikla þekking á þessu og finnst að við erum með þetta einhvern veginn allt í graut. Þá tel ég mikilvægt að maður eins og þú geti komist til einhverja áhrifa. Það er ekki vænt að heyra það. Þannig að ég vona að þitt fólk í Reykjavík Suður flikkist á kjörstað og veitið þér stuðning. Ég er í Reykjavík Norður, þannig að ég get ekki stutt en þetta er, ég bara óska þér alls hins besta, Jón Pétur, og þakka þér kærlega fyrir að koma hingað og spjalla við mig. Og takk sömuleiðis og bara minna á það sem að er svolítið sérstakt, það sem ég segi núna, þetta er þykjað sérstakt, en að listabókstafur fyrir Sjálfstæðisflokkinn er D. Það er ekkert allir með þetta á hreinu. Já, það ekki. Nei. Og ég bara, þú veist, það er ekki S.
Já, einmitt. Nei, Það er D. já, þetta getur aldrei ruglingi Já, fyrir þá einmitt. sem eru að koma nýjir einhvern veginn að pólitíkinni. Já, akkurat. Mér brá svolítið því ég var að hringja símtölum. Já. Bara, já, hvað Já. er á kjörseðlinum? Það bara, já, D. Já. Þú segir nokkuð. Ég vil bara- Er þetta ekki eitthvað svona, er þetta ekki dæmi um einhvers konar rof sem Jú. hefur átt sér stað? Þetta er dæmi um þetta. Læsi fólks Jú. á samfélagið er einhvern veginn minna heldur en áður. Þetta er bara það sem maður hefur verið að tala um allan Já. tíð. Já. Það er ákveðið róf og það byrtist líka í þessu. Svakalegt. Herðu, aftur, kæra þakki fyrir komuna. Sömuleiðis. Gangið þér vel. Já, bye bye.